Góðan dag. Í dag miðvikudagur. Miðvikudagurinn 18. mars. Við getum ekki hist hérna í salnum og haft venjulegan skóla af því að það bannað að hafa samkomur þar sem fólk hittist, þar sem margir eru saman. En á meðan staðan svoleiðis, þá ætla ég að búa til svona myndbönd, stutt myndbönd og þar sem þið getið notað til þess að halda áfram að læra íslensku. Og ég hvet ykkur til að vera dugleg að hlusta eins og alltaf. Hlusta á útvarpið, horfa á sjónvarpið og hlusta og reyna að hlusta á fólk tala íslensku og auðvitað æfa ykkur. Nota það sem þið kunnið og nota það oft. Í dag ætla ég að kenna ykkur smá málfræði. Það eitt sagnorð sem mjög mikilvægt að kunna og kunna vel og það sögnin að vera. Ég skrifa hana hérna. Að vera. Eins og öll orð í íslensku að þá beygjast sagnorð eftir því hvort við erum að tala konu, karl eða barn. Karlkyn, kvenkyn eða hvorugkyn. Hann, hún, það. Og líka beygist eftir fornöfnum. Fornafn. Fornöfn eru orð eins og ég, þú, hann, hún og það. Þetta eru fornöfn í eintölu. Eintölu. Í fleirtölu það við, þið, þeir, þær og þau. Þetta eru sem sagt fornöfnin og nú ætlum við að beygja sögnina að vera. Á ensku heitir þessi sögn to be. Við ætlum að beygja hana eftir fornöfnum, í fornöfnunum. Þá segjum við ég er. Ég er. Ég er frá Íslandi. Ég er kona. Ég er 44 ára. Ég er mamma. Og svo framvegis. Og svo það þú ert. Þú ert. Þú ert hávaxinn. Þú ert ungur eða þú ert ung. Þú ert dugleg eða þú ert duglegur. Og svo getum við notað í spurningum. Hvað ert þú gamall? Hvað ert þú gamall? Eða hvað ert þú gömul? Þá víxlast í spurningum að þá víxlast. Þá setjum við fyrst ert þú. Þá erum við komið með spurningu. Þú ert dugleg eða duglegur. Ert þú frá Íslandi? Eða ert þú, eða við getum líka sett,
hvað ert þú gömul? Eða hvað ert þú gamall? Og ef við ætlum að tala þá er það hann er. Hann er. Hann er stór. Eða hann er gamall. Og svo getum við spurt líka, ef við erum með spurningu, þá segum við, er hann gamall? Eða við getum spurt líka, hvað er hann gamall? Hvað er hann gamall? Við getum líka spurt, er hann að koma? Er hann að koma? Ef það væri ég, þá segi ég er að koma. Ert þú að koma? Er hann að koma? Og þá er það hún. Hún, og það er áfram er. Hún er. Hún er falleg. Eða hún er gömul. Hvað er hún gömul? Hvað er hún gömul? Þá snýst við, þá fer sögnin á undan. Hvað er hún gömul? Hún er 7 ára. Og svo er það, eins og barnið, og það er líka er. Það er. Það er. Hvað er barnið gamalt? Ég á barn. Hvað er það gamalt? Hvað er það gamalt? Þannig að þegar ég er, þú ert, hann er, hún er og það er. Þetta er ein tala. Ein tala. Það er bara einn. Ég er bara ein. Og þú. Einn. Hann. Hún og það. Nú ætla ég að fara yfir beyginguna eins og hún er í fleirtölu. Sögnin að vera í fleirtölu. Þá breytist hún aðeins meira. Hún breytist aðeins meira. Ef að það eru margir saman, þá tölum við, þá segum við. Við erum öll saman. Við. Þegar hérna er ég, hérna erum við öll. Við. Við erum. Við erum. Við erum vinir. Við erum vinir. Eða við erum frænkur. Erum við
getum við spurt. Ef við ætlum að spyrja, segjum við erum við sammála? Erum við. Og við erum hér, svo það þið. Þið eruð. Þið eruð þarna. Við erum. Þið eruð. Við erum hérna. Þið eruð þarna. Og við getum, þegar við spyrjum, þá snúum við líka við. Þá segjum við, eruð þið að koma? Eruð þið að koma? Þegar börnin mín, ég er búin að kalla í þau og segja við þau, við erum að fara í bíltúr. Við ætlum að fara út í bíl. Svo eru þau lengi að klæða sig í úlpur og skó. Þá kalla ég, eruð þið að koma? Eruð þið að koma? Og ef það eru margir strákar eða margir karlar, margir menn, þá eru það þeir. Þeir. Þeir eru, til dæmis, þeir eru bræður. Þeir eru vinir. Og svo sem við spyrjum, þá segum við, eru þeir bræður? Bróðir, einn bróðir, margir bræður. Eru þeir bræður? Þeir eru svo líkir. Eru þeir bræður? Já, þeir eru bræður. Þær eru líka. Þeir eru og þær eru. Eru þær systur? Ein systir, margar systur. Eru þær systur? Þær eru svo líkar. Þær eru alveg eins. Já, þær eru systur. Og svo eru það þau. Þau eru. Börnin. Mörg börn. Þau eru úti að leika. Hvar eru börnin? Hvar eru þau? Hvar eru þau? Hvar eru þau? Þau eru úti að leika. Börnin eru úti að leika. Svo við förum yfir þetta. Þá er það við erum. Þið eruð. Þeir eru. Þær eru. Þau eru. Við erum. Þið eruð. Þeir, strákarnir eða mennirnir, þeir eru. Þær, konurnar eða stelpurnar, eru. Og þau, börnin, eru. Það er gott að kunna þessa sögn vel, að vera. Sögnin að vera. Það er ég er, þú ert, hann er,
Hún er. Það er. Við erum. Þið eruð. Þeir eru. Þær eru og þau eru. Hvað eru börnin